messa við tónlag síra Baldurs Þorsteinssonar. Það síra Baldur Kristjánsson sem messar en organisti Hákon Leifsson. Kórar Hafnarkirkju og Bjarnareskirkju syngja en stjórnupptöku annaðist Hákon Oddsson. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda, hjálp vor kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað Guðfaðir skapari minn, þú Drottinn Jesú frelsari minn, þú heilagi Andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyrðu þú lofgjörð mín og bæn, og opna þá með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir saki Jesú Krist,
að ég fyrir þitt orð í synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og tæki framförum í kristilegu hugarfari og lífverðni. Bænir það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Lofaður sé Guð, drottinn Ísraels Guð. Hann sem verður í dásemdarverki og lofað sé nafn hans dýrðar að eilífu. Og jörðin fyllist af hans dýrð, og jörðin fyllist af hans dýrð. Syngið
Drottinn sé með yður. Látum oss biðja. Guð, þú sem hefur uppfrætt hjörtu trúaðra með ljósi þíns heilaga anda, veit oss í sama anda þínum að vita hið rétta og ávallt að gleðjast af hans heilögu huggun fyrir son þinn Jesú Krist, Drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Í fyrri ritningalestri þessa dags talar Drottinn gegnum Jeremías spámann sem með fyrirferðameiri spámönnum í Gamla testamentinu. Gyðingar hafa verið reknir úr landi sínu, herleiddir eins og það var kallað, en Drottinn gefur þeim von, lofar þeim nýjum sáttmála. Ég skal vera þeirra Guð, segir hann, og þeir skulu vera mín þjóð. Fyrri ritningalestur heilagra hvítasunnuhátíðar úr spádómsbók Jeremía og hljóðar svo. Sjá þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að ég munu gera nýjan sáttmála við Ísraelshús og Júdahús. Ekki eins og þann sáttmála ég gerði við feður þeirra, þá ég tók í hönd þeirra til þess að leiða þú út á Egyptalandi. Sáttmála sem þeir höfðu rofið þótt ég væri herra þeirra, segir Drottinn. En í þessu skal sáttmáli fólkin vera, sá ég gjöri við Ísraelshús eftir þetta, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. Og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum, né einn bróðirinn öðrum og segja, lærið að þekkja Drottinn. Því þeir munu allir þekkja mig, bæði smáir og stórir, segir Drottinn. Því ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minna syndar þeirra. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Seinni ritningalesturinn alltaf lesinn á hvítasunnudag. Sá atburður þessi texti úr postulasögunni lýsir talinn marka upphaf kirkju Krists hér á jörð. Pistilinn skrifar Guðspjallamaðurinn Lúkas. Þá upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir saman komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Þetta hljóð heyrðist, dreif að fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt Galíleu menn sem hér að tala? Hvernig má það vera að vér hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Vér erum partar, metar og elamítar. Vér erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Frígíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíu byggðunum við Kýrine, og vér sem hingað fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trú gyðinga, Kríteyingar og Arabar. Vér heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Þannig hljóðar hið heilaga orð. Skín á himni
Guðspjallið skrifaði Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Guði sé lof fyrir sinn gleðilegan boðskap. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Hverjum sem ekki er í mér verður varpað út eins og greinunum og hann vissnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðugir í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verið þér stöðugir í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns
og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta mitt boðorð, að þér elskið hvern annan eins og ég hef elskað yður. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Játum trú vora. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu holdsins og eilíft líf. Amen. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum með orðum Valdimars Brím. Sannleikans andi, lát sannleikans ljós þitt og skína, send oss í myrkrunum himnesku geislana þína. Sannleikans sól, sjálfs Guðs að hátignar stól, lát þú oss leiðina sína. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen.
Kæri söfnuður, er eitthvað til fyrir utan þessa jarðnesku tilveru okkar? Hvers vegna þurfa saklaus börn að þjást og deyja, nú síðast í Írak og Bangladesh? Hvers vegna leyfir Guð öllu hinu illa að grassera í heiminum? Komast þeir sem eru í þjóðkirkjunni frekar til himnaríkis en þeir sem eru utan trúfélaga? Reis Kristur raunverulega upp frá dauðum? Hvernig eigum við að lifa? Í hverju er hamingjan fólgin? Eigum við sem kristnir teljumst að lifa einhvern veginn öðruvísi en aðrir? Megum við safna fjársjóðum á jörðu? Hvers vegna erum við hér? Hver er tilgangur lífsins? Þannig mætti án enda velta upp spurningum. Maðurinn spyr eðli tilveru sinnar, honum nægir ekki að lifa lífinu, hann vill fá að vita af hverju hann lifir, af hverju er lífið eins og það er. Tilveran er hins vegar þannig að svör liggja alls ekki á lausu. Meðal annars þess vegna stendur þessi kirkja. Trúarbrögðin eru tilraun mannsins til að skilja hinstu rök, þau eru jafnframt haldreipi hans í tilveru sem býr yfir þeim öfgum að ljósu hliðarnar geta ært mann af gleði en þær dökku sturlað. Einn daginn er sem sólin fylli himininn, þann næsta er sem endalaust myrkur grúfi yfir. Eðlilegt er að spyrja hver eru þá svör kristindómsins við spurningum lífsins. Seint verður sagt að kristindómurinn að hann veiti skýr og einföld svör við gátum tilverunar. Þó koma svo margir í hans nafni og boða einfaldan og altækan sannleika. Það stórkostlegasta við kristindóminn, já lífgjafi hans, sannleikur hans, er hvað hann er margbrotinn og leyfir og krefst bæði mikillar og lítillar hugsunar. Stundum virðist kristintrú mjög opin og umburðarlynd. Til marks það þessi orð Jesú úr Jóhannesarguðspjalli: í húsi föður míns eru margar vistaverur. Ég hefði sagt ykkur ef svo væri ekki. En stundum virkar kristnin lokuð, þröng og dæmandi. Þannig segir Jesú Kristur í Guðspjalli dagsins: hverja þá grein sem ekki ber ávöxt sníður hana af. Í fyrri tilvitnuninni breiðir Jesú út faðminn til allra manna. Hinn síðari virðist afskrifa þá sem ekki játast Kristi. Við þurfum reyndar á báðum þessum kristindómum að halda, þeim sem leggur áherslu á að aðeins játendur Krists njóti náðar Guðs og einnig þeim kristindómi sem er umburðarlyndur og víðsýnn og bendir á að allir menn jafnt séu börn Guðs. En hver er þá tilgangur kirkjunnar? Að sumu leyti á kirkjan að vera eins og barn í heiminum. Að öðru leyti eins og hugsandi, fullorðinn einstaklingur. Við vitum að börn eru einlæg, þau eru nýkomin frá Guði og hafa ekki fyllt sig með hræsni og yfirdrepskap. Þannig á kirkjan að vera hrein, bein og saklaus. Hún á að vera samviska samfélagsins, til þess þarf ekki beinlínis þor, miklu fremur sakleysi. Hins vegar er hinn fullorðni fljótur að læra að lífið sjálft er sannleikur málamiðlunarinnar. Þar sem kirkjan er í þessum heimi, hlýtur hún að taka tillit til þess. Lífið er jú málamiðlun, milli fjallræðunar og raunveruleikans, milli Guðs ríkisins og heimsins, milli þess mögulega og æskilega, milli drauma okkar og raunverulegra aðstæðna. Lífið er málamiðlun milli sjálfselsku okkar og elsku okkar á öðrum. Allar þessar andstæður þurfa á hvor annar að halda, þær haldast í hendur. Til þess að geta elskað þarf okkur að þykja vænt okkur sjálf. Leið eru það þessar andstæður sem gera lífið margflókið og það er einmitt þetta flókna líf sem gerir haldreipi trúarinnar nauðsynlegt. Við heyrum fólk predika hinn einfaldan sannleika.
En sannleikurinn hvorki einfaldur né auðséður og oft svo sannleikur sem blasir við argasta lygi. Og ef sannleikur það sama á réttlæti og sanngirni, þá getur einn sannleikur rekist á annan. Þegar öllu á botninn hvolft, þá það líf sem viðheldur samfélögum og skapar kirkjunni þann ramma sem hún þarf, skynsamleg, öfgalaus málamiðlun. Í raunverunni réttum við óvininum ekki hina kinnina, við yfirgefum heldur ekki allt til að fylgja Jesú. Þegar til alvörunar kemur, veitum við óvininum viðnám og þó að hugur okkar reiki til deyjandi barna í Bangladesh og Írak, þá látum við nægja að gefa örfáar krónur að vísu allt of fáar af gnótt okkar, en höldum samt sem áður áfram að búa eigin börnum velferð, öryggi og framtíð. Kirkjan sjálf hlýtur alltaf að endurspegla hinn kristna mann og þrátt fyrir alla málamiðlun hlýtur henni að svíða hvenar sem réttlætis vant. Kirkjan hefur auðvitað enga lausn á vandamálum dagsins, en hún og á að vera sjálfsagður þáttakandi í hinni stöðugu glímu mannsins við umhverfi sitt. Hún á heldur ekkert að vera hrædd við ágreining. Ágreiningur eðlilegt mannlegt fyrirbrigði. Hins vegar mönnum mislægið að meðhöndla ágreiningsefni, þar skilur á milli. Eitt af þeim ágreiningsmálum sem kirkjan hlýtur að blanda sér í umhverfismál. Hvergi söguleg ábyrgð okkar hinna kristnumanna og kvenna meiri en einmitt þar. Kristnin átti nefnilega drjúgan þátt í því að afhelga hinn skapaða heim, með þeim árangri að maðurinn verður óhræddur við að nota jörðina að vild, leggur hana undir sig og næstum að segja má eyðileggur hana. Þannig varð kristnin vissulega forsenda framfara og velferðar. En nú kominn tími til að háir sem lágir rýni betur í guðspjöllin sín, kominn tími til að maðurinn skynji ekki bara forystu sína meðal dýra jarðar, heldur líka ábyrgð sína. Það má orða það svo að við þurfum nýja gerð af kristindómi. Kristindómi sem ekki leggur áherslu á yfirburði mannsins í lífríkinu, heldur kristindóm sem lítur á mannin sem hluta af lífríkinu. Kristindóm sem lyftir manninum upp sem verndara en hafnar hinum gráðuga notanda. Hver og einn kristinn maður þarf að lífga í sjálfu sér verndaran en drepa í sér græðgina. Lífga í sjálfum sér það sem hlúir að, drepa í sjálfum sér eyðingarsegginn. Þetta átak á að vera hluti af stöðugu endurmati á lífi okkar og lífsviðhorfum. Það nær auðvitað ekki nokkurri átt, en þó raunin með okkur flest að við verðum okkur úti skoðanir og lífsviðhorf meðan við erum ekki að fullu vaxin áður en við komumst til fulls vits og þroska. Gjarna sitja menn og konur ævilangt föst í þeim sannleika sem slysaðist inn í þau á táningsaldri eða jafnvel miklu fyrr. Við erum ekki nógu dugleg við að endurmeta, endurskoða, leita sannleikans ef við viljum orða það svo. Fólk setur samansemmerki milli sjálfsín og heimsmyndar sinnar í stað þess að skilja þar á milli og þróast og dýpka og breytast með meiri þroska og auknu viti. Það ekki bara alkar sem ættu að vinna meira í sjálfum sér. Heimurinn væri vitaskuld miklu betri ef fleiri legðu sig fram að búa til úr sjálfum sér betri og göfugri manneskjur. Þegar biblía okkar kristinna manna byrjar, svífur andi Guðs yfir hinum formlausu myrku vötnum. Frá fyrstu blaðsíðu biblíunar heilagur andi drifkraftur allrar sköpunar, hið skapandi afl og andi alls lífs. Þessi andi starfar í kirkjunni. Í þessari athöfn hefur saga kirkjunnar verið rakin. Í ritningalestrónum heyrðum við sagt frá hinum herleitu gyðingum og loforði Guðs nýja og betri tíma, nýjan sáttmála. Við heyrðum sagt frá loforði Guðs Jesú Krist. Úr postulasögunni heyrðum við textan sem gjarnan markar stofndag kirkjunnar. Frásöguna af því
þegar lærisveinarnir urðu fullir af heilugum anda. Guðspjalli sjálft var kirkjuna, líkama Krists, veraldarútgáfuna af Jesú hinum krossfesta, hið sanna vínvið sem í heiminum en þó ekki af þessum heimi. Guðspjallið virðist vera texti hins altæka sannleika. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar, stendur þar. En þetta þó kærleikstexti, niðurstaða hans þetta mitt boðorð, að þér elskið hvern annan eins og ég hef elskað yður. Kristindómurinn veitir kannski ekki augljós svör við öllum spurningum hins leitandi huga, en hlusti menn grannt eftir skólhljóði frelsarans, þá breyta spurningarnar. Spurningarnar tilvist Guðs, spurningin tilvist Guðs verður að fullvissu mátt hans og gæsku. Spurningin það hvernig ég get öðlast hamingjuna verður það hvernig ég get gert aðra hamingjusama. Spurningin það hvers vegna Guð leyfir þjáninguna verður líka spurningin það hvar ég get lagt mitt af mörkum til að lina þjáninguna. Öll berum við í brjósti kvíga, geig og sum mikinn harm. Margir hljóta sár á svelli lífsins. Hugum að þeim, þeir og þær eru allt í kringum okkur. Aðeins með því að gefa gaum að kröm annara getum við borið mikinn ávöxt. Aðeins með því að huga að velferð annara verðum við verðmætir þegnar lífsins. Þannig vegsömum við föðurinn á himnum. Kom þú heilagi andi og endurnýi alla sköpun, blás þú okkur í brjóst boði Guðs að við megum elska hvert annað. Hjálpa okkur einnig til að endurmeta og endurskoða líf okkar og lífsviðhorf, að við megum verða betri og fullkomnari menn og konur í kirkju sem trú þínum vilja. Gef okkur skapandi afl þitt, gleði þína, trú og traust. Dýr sé Guði Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Við skulum biðja. Drottinn Guð, himneski Faðir, þig heiðrum við og tignum þitt heilaga nafn. Heyr bænir vorar þegar söfnuður þinn lítur þér, biður og þakkar fyrir allt það sem þegið hefur verið úr hendi þinni, fyrir Jesú Krist, Drottinn vor.
Við lofum þig og þökkum þér, miskunnsami Faðir, að þú hefur gefið oss heilagan anda og stofnsett kirkju þína meðal vor. Við minnumst kirkju landsvors, biskupa, presta, allra starfsmanna og safnaða og byggjum að orð þitt sé allstaðar lifandi og virt börnum þínum til blessunar fyrir Jesú Krist, drottin vor. Drottin, heil voru bæn. Við felum þér landvort og þjóð og byggjum leiðsögn þeim til handa sem vandastörfum gegna í almannaþágu. Blessa forseta vor, ríkisstjórn, löggjafarþing og dómstóla. Lát frið og einingu ríkja meðal þjóða, sáttvísi með skilningi, móta viðhorf vor, fyrir Jesú Krist, drottin vor. Drottin, heil voru bæn. Við felum þér sjúka og vanheila, sorgmæta og þá sem áhyggjur þjaka. Vitja þeirra drottin og bætur hverju böli, fyrir Jesú Krist, drottin vor. Drottin, heil voru bæn. Við felum þér heimili vor og fjölskyldur. Lát helgan anda þinn göfga dagfar í önnum og hvíld, í gleði og raun. Leið hvert barn til þroska, hvert ungmenni til trúar á þig, fyrir Jesú Krist, drottin vor. Drottin, heil voru bæn. Við felum þér líf vort og starf og byggjum þess að við megum vinna ljóssins verk meðan dagur og getum örugg staðið frammi fyrir þér ævi vorri líkur. Við minnumst þeirra sem sofnaðir eru, þeir hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi þeim, fyrir Jesú Krist, drottin vor. Drottin, heil voru bæn. Við felum þér drottin þau bænarefni önnur sem á oss hvíla og byggjum í hljóði saman. Lyftum hjörtum vorum til himins. Fjöldum þau til drottins. Látum oss þakka drottni Guði vorum. Heilagur, heilagur, heilagur ert þú, drottinn Guð, allsherjar. Heilagur, heilagur, heilagur ert þú, drottinn Guð, allsherjar. Himnarnir og heimarnir eru fullir af þinni dýrð. Heilagur ert þú almáttugi og miskunnsami Guð, heilagur ert þú og mikil hátign dýrðar þinnar. Þú hefur skapað alla hluti og fyrir vilja þinn urðu þeir til og voru skapaðir. Svo elskaðir þú heiminn að þú gafst einkason þinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og á þeirri nóttu sem hann var svikinn, tók hann brauðið, gjörði þér þakkir, braut það og gaf sínum lærisveinum sínum og sagði: takið og etið, þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn, gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þér þakkir,
gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir hér af, þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði, sem fyrir yður er útelt til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Þess vegna minnumst vér sáluhjálplegra boða hans, lífgefandi þjáningar hans og dauða, dýrlegrar upprisu hans og himnafarar og fyrirheitisins endurkomu hans, og færum þér þakkir Drottinn Guð almáttugur, ekki sem oss bæri, heldur sem vér megnum. Vér biðjum þig að þú af náð þinni veitir viðtöku lofgjörð vorri og þakkargjörð og blessir oss söfnuð þinn með orði þínu og heilugum anda, svo vér og allir þeir sem meðtaka gjafir þínar megi fyllast himneskri blessun og náð og hljóta fyrirgefningu syndanna, helgun á sál og líkama og hlutdeild með öllum þínum heilugu, sækir Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Fyrir hann, með honum og í honum sé þér almáttugi Faðir, í einingu heilags anda, heiður og dýrð, í heilagri kirkju þinni aldir alda. Amen. Biðjum bænina sem Drottinn hefur kennt oss. Faðir vor, snert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá villu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Brauðið sem við brjótum er samfélag líkama Krists.
varðveiti oss í samfélagi við sig í lífandi trú til eilífs lífs. Hans náð og friður sé með þér. Amen. Við skulum biðja, við þökkum þér himneski Faðir, að þú hefur mettað oss þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig, hjálpa oss til að lifa í trú og kærleika fyrir uppreisu sonar þíns og bera fram líf vort sem fórn þínu heilaga nafni til lofs og dýrðar. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottin vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð, aldir alda. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína á sjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Leið og ég óska ykkur gleðilegrar hvítasunnuhátíðar, kæri söfnuður, vil ég þakka öllum þátttökuna í þessari messu, kór, lesförum og öðrum þeim sem hjálpuðu til við undirbúning. Við skulum að lokum syngja saman sálminn Son Guðs eftir með sanni. Hann númer 56 í sálmabókinni. Guð blessi ykkur öll. Son
Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpi mér nú Guð minn með þínum heilaga anda til að varðandi þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast að því í trúnni og læra því að taka framförum í guðrækilegu lífverðni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.